Já. Heyrðu, það er bara bjóða ykkur velkomin hingað á þessa þriðju málstofu afbragðskennslu og það er Róbert S. Spanó sem ætlar að tala í dag og hann hlaut viðurkenningu sína árið 2006. Þannig að ég býð Já, takk fyrir. Takk fyrir Kjell og ég þakka kennslumiðstöð fyrir að halda þessa málstofu röð og sjálfsögðu mikill heiður að fá að taka þátt í þessu. Ég hef ekki hugmynd hvað afburðakennsla er. Ég held að það sé mjög erfitt að svara þeirri spurningu þannig að eitthvað vit sé í. Ég ætla hins vegar að reyna bara að segja eins frá því hvernig, svona hvaða megin hugmyndafræði ég hef tileinkað mér í kennslu og ég tek það fram að ég hef hugsað hins vegar talsveit mikið þetta viðfangsefni og ég hef búin að kenna núna við háskóla síðan 1997, verða, 13 ár. Já, rétt rúmlega 13 ár og svona hef alltaf á hverju ári svona aðeins velt fyrir mér sko hvað er sem ég hef verið að gera og hvernig ég ætla að reyna að betrumbæta kennsluna út frá þeim megin markmiðum sem ég held að maður eigi að hafa leiðarljósi í kennslu á sviði lögfræði. Ég vil taka það sérstaklega fram og leggja á það mikla áherslu að ég er ekki kennslufræðingur. Ég er bara lögfræðingur sem kennir lögfræði og þess vegna er þetta sem ég er að fara að segja hér í dag með engu móti byggt á rannsóknum öðrum en mínum eigin og hins vegar segi ég það, ég hef þó leitast við á mínum ferli að kynna mér hins vegar kennslufræðilega efni og ég held að það sé mjög gott fyrir alla háskólakennarar að gefa sér einhvern tíma til þess að til dæmis fara hérna út í bóksölu, þar eru bókahillur fullar af bókum á sviði uppeldis og kennslufræði og margar ágætar bækur þar sem hægt er að glugga í svona sér til upplýsingar. Þannig að ég tek það fram, þetta er fyrst og fremst bara mín sýn á þetta viðfangsefni og svona hvernig ég held að minnstu kosti ein leið er fær til þess að kenna á háskólastigi og sem ég held að hafi gagnast mér nokkuð í minni kennslu. Ég vil einnig taka það fram svo ég haldi áfram að byrja á því að segja hvað ég ætla ekki að tala um. Ég ætla ekki að tala persónubundna eiginleika kennara. Sko, við erum öll mismunandi sem kennum. Það hvað nemendum finnst góður kennari fer auðvitað svolítið bara eftir einhver leita minnsta kosti, eftir persónuleikanum. Er viðkomandi bara einfaldlega góður í því að miðla efni, hann eða hún, og setja það fram á spennandi og áhugaverðan máta. Þessi atriði er eitthvað sem erfitt er að tala um. Þau eru bara bundin við persónu hvers kennara fyrir sig. Eina sem ég hef kannski reynt að tileinka mér, þrátt fyrir að fá í kennslukönnunum oft neikvæðar athugasemdir eins og hann er of hrokafullur eða hann er of ágengur og hann talar of hratt. Það er reyndar eitthvað sem maður getur lagað. En persónubundin atriði eru bara það sem við erum og ég hef reynt að tileinka mér það að vera bara ég sjálfur. Ekki, jafnvel þótt að kennsla sé að sumuleyti eilítið eins og það að leika hlutverk, þá ekki það endilega að setja sig í eitthvað hlutverk sem er í engu samræmi við persónu eiginleika manns, en að búa til einhverja persónu sem maður er ekki. Nemendur nefnilega sjá í gegnum tilgerð og ég held að það klikki á endanum. Þannig að, hvað ætla ég þá að tala um? Ég ætla aðeins að reyna að tala gagnvirkar kennsluaðferðir með ákveðnar forsendur í huga. Það er að segja, ég ætla að fjalla í meginatriðum háskólakennslu í stórum hópum. Ég kenni nú reyndar á öllum árum í laganáminu, en mitt megið viðfangsefni er kennsla í mjög stórum hópum á fyrsta ári. Fyrra vorum við með 350 nemendur í tímum og minn útgangspunktur í kennslunni er hvernig hægt er að virkja nemendur við slíkar aðstæður, sem oft getur verið mjög erfitt. Þegar þar við bætist að við erum með nemendur í grunnnámi, oft einstaklingar sem eru nýkomnir úr menntaskóla, rétt við barn eða fullorðins aldurinn, þá eru þetta oft erfitt að fá slíkt fólk, svona ungt fólk, til þess að vera virkir þáttakendur í kennslu. Og í þriðja lagi, ég auðvitað er að tala út frá reynsluheimi mínum á sviði hug- og félagsvísinda. Ég er enda þeirra skoðunar að gagnvirkar kennsluaðferðir eigi við í öllu háskólanámi sama nafni hvað það nefnist. Sama efni og skiptir engum máli hvað við erum að tala um. Þetta á alltaf við. Ég hins vegar
set fyrirvarum ákveðna þætti vegna þess að ég þekki bara ekki dýnamíkina sem oft uppi þegar verið að kenna raungreinar og annað slíkt. Ég ætla fyrst að byrja á kreddunum 3. Fyrsta kreddan sem ég held að sé svolítið uppi svo að kennsluaðferðir sem áskilja virka þátttöku nemenda henta ekki þegar stóra hópur ræða. Þetta held ég sé vitleysa. Það oft eins og mér hefur fundist kennarar með mjög stóra hópa að þeir einhvern veginn gangi út frá því að það verður að kenna bara með einhliða miðlun upplýsinga í mjög svona þreyttu fyrirlestraformi. Ég held að það sé misskilningur. Ég held að gagnvirkar kennsluaðferðir eigi alveg jafnvel við óháð fjölda nemenda. Í öðru lagi, háskólanemendur í grunnnámi, þeir eru að læra svona grundvallaratriðin, eru ekki stakkbúnir til að taka þátt í gagnvirkari kennslu. Ég held að þetta sé heldur ekki rétt. Að lokum, það er ekki raunhæft að gera þá kröfu til háskólakennara að þeir noti gagnvirkar kennsluaðferðir þegar stóra hópa nemenda ræða. Þetta er kannski hin hliðin á þessum sama peningi. Þetta held ég sé líka rangt. Þetta fer allt eftir því hvað kennarinn er tilbúin að leggja mikið af mörkum, gefa mikið af sjálfum sér í kennsluna og nota bene undirbúa sig fyrir kennslutíman. Það er miklu erfiðara að ganga út frá gagnvirkri kennsluaðferð og undirbúa sig þannig heldur en að undirbúa fyrirlestur sem áskilur ekkert annað en að kennarinn komi einhliða frá sér efni. Það er miklu erfiðara. Og ef maður tekur það ákvörðun að maður ætli sér að nota ágengan kennsluamáta, eins og ég kalla það hér á eftir, að þá verður maður að átta sig á því að frammunu fara spontant umræður. Þú þarft svolítið að vera á tánum það að geta varpað ljósi á viðfangsefnið út frá kannski óvenjulegri nálgun sem kemur frá nemendum. Og það er einfaldlega held ég einhverju leyti metnaðarfyllri háskólakennsla ef kennari á annað borð telur hana virka hjá sér. Eitt af því sem ég hef oft velt fyrir mér er hvers konar nemandi á að vera staðalímynd okkar við ákvörðun kennsluaðferðir. Að hverjum er ég að beina kennslu minni? Er ég að beina kennslunni að einhverju lágmarki í nemendahópnum? Er ég að reyna að ná að fá alla nemendur til að skilja námsefnið? Og þar með er ég að reyna að hafa kröfurnar bæði til mín og til nemendana tiltölulega við botnin, eða er staðalímyndin í augum kennarans einhvers staðar annars staðar? Í þessu sambandi held ég að maður eigi að ganga út frá því að þrátt fyrir að við séum með þá meginreglu að það sé hér jafnrétti til náms, þegar allir eiga tækifæri á að koma hingað inn og læra, þá er því miður staðan einfaldlega svo að nemendur hafa misjafna hæfileika til að læra. Og í hópi eins og ég er oft með upp á 350 nemendur, þá er maður með allt frá einstaklingum sem munu aldrei eiga nokkra möguleika á að ná utan viðfangsefnið yfir í það að vera með nemendur sem eiga mjög auðvelt með það að ná utan viðfangsefnið. Staðalímynd mín er ekki sá sem á í mestum erfiðleikunum. Ég geng strax út frá því að það verður að gera ákveðnar kröfur. Og það verður bara komið í ljós hvort nemendur ná að fylgja þeirri kröfu. Ég geri mig grein fyrir því að þetta getur verið umdeilanlegt. Maður eigi eftir fremsta megni að ná öllum nemendum í átt að skilningi á viðfangsefni. Það er auðvitað rétt og maður svarar spurningum og leiðir viðfangsefni áfram með það að leiðarljósi. En staðalímyndin í mínum huga á að vera nemandinn sem nær utan viðfangsefnið með nokkuð eðlilegri framvindu kennslunar. Hvað er gagnvirk kennsla? Það er ákveðin misskilningur að mínu viti í því að gagnvirk kennsla séu bara þau tilvik þar sem að kennari nær einhverju leyti að eiga í svona nokkuð virku sambandi við nemendur með spurningum og svörum. Það er að segja að það séu virkar umræður í gangi. Þetta er ekki rétt heldur. Þú heldur upp í gagnvirkri kennslu með það sem ég kalla ágengum kennsluháttum. Það sem ég á við með því er að kennslan byggir upp á að láta nemandan alltaf vera að hugsa vegna þess að hann fær ekki svörin. Með öðrum orðum, einhliða miðlun upplýsinga þar sem að kennarinn framsetur efnið
nokkurn veginn án hlé eða án þess að inn á milli komi fram hlé þar sem að ljóst að svarið verður að koma einhverju leyti fram annar staðar, það held ég að geti aldrei orðið til árangurs í háskólanum. Og hvernig þetta þá sett fram? Og þetta sett þá fram að mínu viti meira í formi spurningakennarans. Að kennarinn varpi fram valkostum við svörin, frekar en að kennarinn bara segi það eins og hlutirnir eru. Fyrsta athugasemdin við þetta sem kemur örugglega fram, að því ég sé hér til dæmis mína kollega við lagadeild, að við erum að kenna til dæmis á fyrsta ári eða öðru ári, þar sem að nemendur vita ekkert viðfangsefnið. Við erum að kenna samningarétt eða við erum að kenna sifju erfðarétt. Og það sem að hlutverk kennarans að segja nemendum hverja lagareglunar eru. Við verðum að koma þeim upplýsingum á framfæri. Í langflestum tilvikum þá eru þessar upplýsingar, sem betur fer núna á síðari tímum í laganáminu, eru þessar upplýsingar til staðar í kennsluritum. Og það held ég eigi við vonandi flest svið í háskólanámi að það lesefni þar sem hinnar hlutlægu upplýsingar koma fram. Það á ekki að vera markmið eða aðferð við háskólakennslu að segja það sem segir í bókinni. Þetta svo sem einfalt og þetta vita allir, en ég held að í mjög mörgum tilvikum sé háskólakennsla svolítið mikið bara þetta. Það að kennarinn í rauninni bara endursegja það sem í viðkomandi riti. Gagnvirk kennslumáti, hann áskilur að nemandinn hugsi lengra en það sem segir í kennsluritinu. Hann hugsi það sem segir í kennsluritinu með gagnrýnum hætti. Og samandregið þá gagnvirknin í því formi að kennarinn framsetur og byggir upp kennsluna með því að áskilja gagnrýna hugsun nemandans. Þetta náttúrulega bara, ég ætla að reyna að útskýra betur hvað ég á við með hér á eftir. Það að segja, hann gengur út frá því að nemandinn þurfi sjálfur að komast að niðurstöðu það sem fram fer í tímanum. Það algjört grundvallaratriði við gagnvirkar kennsluaðferðir að forðast það að fara úr einu í annað. Það að segja, þetta náttúrulega sjálfsagt, maður á ekki að fara úr einu í annað, það vita það allir. En þegar að kemur að því að reyna að fá nemandan til þess að virkja hugan á meðan á því stendur, jafnvel þótt hann sitji bara, jafnvel þótt hann segi ekkert, þá samt hugurinn í gangi, hann að reyna sjálfur að komast að niðurstöðu, þá verður maður að forðast annað en að vera með nokkuð röklega uppbyggingu á viðfangsefninu. Það miklu auðveldara að fara úr einu í annað án skaða ef það eina sem þú ert að gera bara einhliða miðla upplýsingum. Vegna þess að það sakar ekki sjálfur sér að gera það ef markmiðið bara að koma eins miklu efni frá þér á stuttum tíma mögulegt Þið ykkar sem hafið hugsanlega einhvern tíma rýnt í kennslufræðirit, þá hafið þið öll heyrt Sókratesar aðferðina. Hún mjög þekkt til dæmis á sviði lögfræði, hún ekki notuð í íslensku laganámi að neinu verulegu leyti, hún verulegu leyti notuð í engilsaxneskum rétti, þar sem verið að kenna fólki að álykta út frá eldri tilvikum, til dæmis nota við umfjöllun dóma og annað slíkt, en Sókratesar aðferðin miklu meira, hún teóría sem nær miklu lengra heldur en það. Og ég tek það fram, ég ekki sérfræðingur Sókratesar aðferðina, ég hef þó kynnt mér það þannig, hvernig lagði Sókrates fram visku sína, hvernig kenndi hann mönnum að hugsa. Og hann setti fram 6 spurningar. Og ég held að ef maður hefur þessar spurningar í huga þegar maður að miðla viðfangsefninu, þá held ég að það varpi nokkuð skýru ljósi á hvað ég á við með gagnvirkri kennsluaðferð. Það að undirbúningur kennarans að framsetningu á efninu alltaf í formi þess að fá nemandann til að hugsa. Tökum sem dæmi. Kennarinn, hann spyr spurninga. Og ég ætla að taka dæmi úr lögfræðinni, þar sem ég að kenna. Mismunandi valkostir við kennsluna. Kennarinn gæti byrjað og sagt, í dag ætlum við að fara yfir réttarheimildirnar. En það eru þau viðmið, sú háttsemi eða þau gögn sem eru grundvöllur réttarreglna.
þar undir falla sett lög. Svo heldur kennarinn áfram. Þannig gæti kennarinn byrjað kennslu sína þetta viðfangsefni. Gagnvirk kennsluaðferð, hún öðruvísi. Kennarinn byrjar ekki með þessum hætti. Hann byrjar á því, hverjar eru réttarheimildirnar? Og jafnvel þótt hann fái ekkert svar, þá eru nemendurnar að svara spurningunni í hausnum á sér. Að minnsta kosti þeir sem eru ekki sofandi. Það nú ofta, margir nemendur eru einfaldlega bara ekki á staðnum. En þeir sem eru þó á staðnum og eru að hlusta, þeir taka með óbeinum hætti þátt í henni gagnvirku kennsluaðferð með því að svara spurningunni í hausnum á sér, með því að velta henni að minnsta kosti fyrir sér. Og það ekkert áskilið að nemandi setji upp hönd og segi, jú, réttarheimildirnar eru og svari spurningunni. Það iðulega þó þannig hugsanlega einn gerir það, en bara með því að byggja kennsluna upp í spurningaformi frekar en í einhliða miðlun upplýsingana, þá færðu nemendur strax til að hugsa. Nemandi geti svarað, það eru sett lög, réttarvenja, fordæmi, meginreglulag og eðli máls. Kennari geti þá í beinu framhaldi sagt, já, það er rétt, sett lög eru og farið síðan að tala sett lög. Þetta ger ég ekki. Ég kem alltaf þá með næstu spurningu. Ok, þetta er rétt. Hvað eiga þessar réttarheimildir sameiginlegt? Og hvað átt við með settum lögum? Ég ekki að segja að ég fái neitt svar við þessu spurningum. En með því að byggja kennsluna ávallt upp með spurningum og eftir aðtökum valkostum að niðurstöðu, þá er gagnvirknin í gangi á hverjum tíma. Þetta leiðir til þess að minnsta kosti hjá mér er að ég næ sjaldnast að fara yfir mjög mikið efni í hverjum tíma. Ég fæ oft gagnrýni frá nemendum að það er eiginlega bara lítill hluti heildarlesefnisins sem að Róbert fer yfir í námskeiðinu. Hann fer bara yfir lítinn hluta. Það er alveg rétt. Það er alveg hárrétt. Glærurnar frá mér ég er með kannski 15 til 20 glærur fyrir 4 klukkutíma í kennslu. Vegna þess að ef ég fer þessa leið, þá er ég ekki að mata nemendur. Ég er að fá þau bara til að koma og hugsa, velta fyrir sér. Það getur verið það því að ég tali rosalega mikið, vegna þess að ég er oft með nemendur á fyrsta ári sem er ekkert að svara spurningum og ég þarf sjálfur að svara spurningunum. En kennslan er alltaf í spurning, svör, valkostir og svo framvegis. Í staðinn fyrir bara bla 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 bla, ítandi á glærur, bla 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 bla, ítandi á glærur. Eitt í þessu sem að ég hef oft velt fyrir mér er þegar að þú farir nú nemendur á annað borð til þess að tjá sig. Þá heyrir maður oft hjá nemendum, til dæmis í kennslukönnunum, mér finnst alveg óþolandi þegar einhverju nemendur er að svara og tjá sig og maður nennir bara ekki að hlusta á þetta. Það eyðir bara tíma, ég vil bara heyra það sem kennarinn hefur að segja. Hann hefur alltaf rétt fyrir sér. Menna, nemendur veit ekkert betur en ég hlutina, þetta er alveg hárrétt. Eykur gagnvirk þáttaka nemenda, áhuga og gagnrýna hugsun annarra nemenda sem ekki taka þátt. Og ég held að gera það með eftirfarandi hætti. Nemandinn, þegar hann hlustar á kennarann, þá er hættan á því, sérstaklega á upphafstigum háskólanáms, að hann gerir það svolítið gagnrýnislaust. Þetta er einhver lagaprófessor. Hvernig geti ég nokkuð haft skoðun á því sem hann er að segja eða hún? Hins vegar, ef Jón hérna við hliðina á mér, sem er nú bara dúddi eins og ég úr Verslunarskólanum, er byrjaður að tjá sig, þá hef ég skoðun á því. Ég hef enga ástæðu til að ætla að hann viti nokkuð meir en ég. Og leið og aðrir nemendur taka þátt, þá eykur það gagnvirknina hjá hinum. Þeir verða að hugsa með sér, hvað er hann að segja? Getur þetta verið rétt? Þetta er ekki rétt. Af hverju er þetta ekki rétt? Og það er ekki rétt vegna A, B, C, D og E. Þannig að spurningar einstakra nemenda, jafnvel þótt að séu algjörlega út úr kú og vittlausar, eykur hina gagnvirku hugsun að mínu áliti hjá þeim nemendum sem eru passífir. Þannig að jafnvel vittlausar spurningar og þótt fáar séu eru held ég gríðarlega sterk innspýting inn í hina gagnvirku hugsun nemandans. Að kenna myndrænt. Þetta átt að misvel við í einstökum námskeiðum. Nú þarf ég að ég ætla að koma með nokkur dæmi. Það fyrsta sem að
kannski meginatriði sem maður heyrir hérna á háskólakynningum þegar við lagakennararnir sitjum og stöndum þarna og erum að kynna námið, að þá koma unglingar og jafnvel eldra fólk og spyr hvernig námið og svona, það ekki rosalega þurrt? Ekki lögfræðin rosalega svona bara einhver lagaákvæði og eitthvað svona rosalega leiðilegt? Þá reynir maður einhvern veginn, nei, þetta nú ekki svoleiðis, þetta lífið sjálft og þetta er mjög skemmtilegt og við tölum hitt og þetta. Þegar kemur eins vegar að laganáminu sjálfu, þá það nú þetta reyndin að við erum ekki ofta að tala lagaákvæði, að tala reglur sem eru settar og eru að finna í lagaskrám og lagasöfnum. Og þetta getur oft verið svolítið erfitt að koma hlutunum á framfæri. Það sem ég hef notað, og ég veit að margir aðrir kennarar gera, þetta ekkert frumlegt, en ég ætla aðeins að útlista það, hvað ég á við með því og koma með dæmum hvernig þetta getur virkað vel. Lögfræðin að minnsta kosti, og ég held þetta nú við ýmsar greinar hug- og félagsvísinda, lögfræðin í eðli sínu mjög myndræn grein. Þá á ég við að margt sem gerist í lögfræðinni getum að séð fyrir sér í raunveruleikanum. Maður meiðir sig, dettur, eitthvað refsivert, jafnvel í þeim tilvikum þar sem við erum að tala bara greina sem snúast skjalagerð og annað. Þá hægt að setja það fram með myndrænum hætti. Það taka eitt dæmi, eitt sem ég kenni. Stjórnsýslulögin. Ég þarf stundum að kenna nemendum það hvenær stjórnsýslulögin gilda. Og valkostirnir eru ýmsir. Ég get gert þetta svona til dæmis. Samkvæmt 2. málsgrein 1. grein stjórnsýslulaga þá gilda stjórnsýslulögin þegar stjórnvöld taka ákvarðanir rétt eða skyldu manna. Það gildir einnig stjórnsýslunefndir. Stjórnsýslulögin og gildissvið þeirra því háð því og svo framvegis. Í fyrsta tíma, sérstaklega á fyrsta ári þegar ég að kenna þetta, þá sé ég bara vegna þess að 20 ára gamall gildissvið. Hvað þýðir það? Það sem ég hef reynt að gera að ég hef reynt að setja þessa hugsun upp með myndrænum hætti. Og ég segi hérna þegar háskólakennari þykist að kjala, ég hrikalega lélegur að teikna. Og það að sumu leyti líka ágætlega skemmtilegt fyrir nemendur, að sjá mig vera að reyna að búa til einhverja myndir. Nákvæmlega sama efni. Nú ætlum við að tala það, þau tilvik þeirra stjórnsýslulögin gilda. Þau gilda í tilvikum sem við merkjum X. Þau gilda ekki í tilvikum sem falla utan við hringinn. X-inn, það eru tilvikin þegar stjórnvöld taka ákvarðanir rétt eða skyldumanna. Upsilon, það eru tilvikin sem falla utan við þessi lög. Bara svona framsetning, hún einfaldar máli töluvert. Annað, í lögfræði snúast hlutirnir oft mjög atburðarás. Það eru atvik sem gerast á löngum tíma. Það er mjög erfitt fyrir nemendur, jafnvel þótt þú setur upp á glærur dagsetningar eða atburðarás með tölustöðum. Það er mjög erfitt fyrir nemendur oft að fylgja atburðarás ef þú setur hann ekki upp með myndrænum hætti. Það ger ég alltaf. Ég bý alltaf til tímalínu. Tímalínur í lögfræði, þegar maður er að reyna að útskýra atburðarás, gríðarlega mikilvæg. Ég geti talað einhverja, við erum að taka dóma, og sérstaklega oft við þurfum að ræða dóma, þar sem að tímamörk og tímasetningar skipta verulegu máli. Að setja þá upp málsatvikin upp í tímafaktora. Allt þetta hins vegar, svona myndir, áskilja undirbúning. Það er svolítið erfitt að byrja bara að hugsa upp á þegar nú ætlum ég að búa til einhverja mynd sem virkar. Með þessu eykst gagnvirknin vegna þess að nemendur sjá myndina og hugsa, gengur hún upp? Hvernig virkar þetta? Og ég fæ nánast alltaf spurningar þegar ég set upp lögfræðileg atriði með myndrænni framsetningu. Að kenna myndrænt jafnvel með brosköllum og línum og einhverju bara það sem manni dettur í hug, það tekur tíma, nú kannski með sömu glæruna uppi í hálftíma, en þú ert að tala viðfangsefnið með myndrænni framsetningu. Þetta hefur að minnsta kosti á upphafsstigu laganáms gagnast mér mjög mikið og það er alltaf undantekningarlaust í kennslukönnunum hjá mér. Þá fæ ég mjög jákvæða umsögn þessar blessuðu myndir mínar. Ég ítreka það, þetta virkar vel í lögfræðinni, það kann að vel að vera að þetta virki ekki vel á ykkar sviðum,
en þetta eitthvað sem maður þarf bara að hugsa. Hvernig gæti ég komið fram hugsun minni með myndrænni framsetningu? Teóri og raunveruleiki. Eitt af því sem ég reyni að gera svona fyrir svona flesta tíma að ég reyni svona fyrirfram, og tekur nú ekki langan tíma, að hugsa eitthvað sem að gerast í einu daglega lífi. Það mjög auðvelt í lögfræðinni, þið getur rétt ímyndað ykkur, mjög auðvelt í lögfræðinni að finna eitthvað sem var bara í fréttunum í gær. Eða einhver dóm sem var að ganga sem að skiptir máli og gera hann að útgangspunkti umfjöllunar. Tökum aftur sem dæmi þetta viðfangsefni með stjórnsýslulögin. Það sem ég nota alltaf sama dæmið, eða það eru 2 dæmi sem ég nota alltaf. Það annars vegar háskólaumhverfið. Ég að kenna þeim stjórnsýslulögin. Háskólinn stjórnvald. Á hverju ári eru teknar tugir þúsunda stjórnvaldsákvarðana í Háskóla Íslands. Ákvarðanir einkunnir. Byrja á því strax í staðinn fyrir bara að byrja að tala stjórnsýslulögin, gildum þetta og svo framvegis. Það að segja, ok, nú ætlum við að tala stjórnsýslulögin en út frá þessum aðstæðum. Við erum með háskólakennara, hann stendur frammi fyrir því, hann þarf að gefa einkunn. Hann misritar töluna. Hann á að gefa 4 en hann gefur 5. Nemandinn verður ósáttur, hann fær einkunn birta upp á 5 og síðan kemur kennarinn alltaf að breyta í 4. Og síðan byrja ég að tala teóríuna. Tenging, teóríu og raunveruleika sterkasta vopnið í baráttunum aukinn skilning nemandans. En aftur, það krefst þess að maður hugsi slík tilvik. Sumar greinar eru þess eðlis að það þarf nánast ekkert að hugsa slík dæmi. Að ég sé Hrefnu kollega minn hérna sem kennir Sifju erfðarétt. Sifju erfðaréttur náttúrulega gríðarlega myndræn grein og þar eru bein umfjöllun lagareglurnar eru bara sífellt einhver skýr málsatvik þar sem eitthvað gerist innan fjölskyldna í réttarsambandi, foreldra og barna. Mjög auðvelt að finna einhver dæmi. Þannig að ég held að þeir sem að láta algjörlega hjá líða að tengja teóríuna við einhver praktísk dæmi og þá helst dæmi sem nemendur geta samsama sig við. En ekki einhvern raunveruleika sem ekki hægt að ætlast til þess að tvítugur einstaklingur geti nokkuð tímann skilið. Sá kennari sem lætur algjörlega hjá líða að nota slík dæmi, hann fer á mis við mjög mikið við framsetningu kennsluefnis. Eitt af því líka til viðbótar sem regla sem ég reyna að viðhafa í minni kennslu. Gengur ekki alltaf upp, maður er ekki alltaf góður í því. Það að hugsa kennsluna í ákveðnu námskeiði sem jafnvel bókarkafla í skáldsögu. Við byrjum og erum svona að leiða okkur áfram. Og við vitum það öll sem höfum lesið skáldsögur að það er svolítið leiðilegt að maður er einhvern veginn búinn að lesa 2 kafla og þetta er voðalega svona, það er einhvern veginn, það er engin kveiki á því að halda áfram. Reyfararnir það er alltaf formúla með reyfurum, þeir lesi eins og ég les rosalega mikið af John Grisham, það er skemmtilegur. Ég kalla þetta heiladauða. Það að lesa og kaflinn eldar alltaf á einhverju, ég verð að fara á næstu síðu. Ég held að kennslan eigi að vera eins. Ég tek hérna Ford Bröðelsen þáttinn á sunnudagskvöldum á RÚV sem ég missi aldrei af með konunni minni, horfum alltaf á. Hann endar alltaf, ef þið hafið séð þetta, á einhverju svona brjálæðislega flottu stefi og konan mín segir alltaf, ég get ekki beðið í 1 viku. Ég held að, ég náttúrulega setið þetta upp með svolítið svona ýktum hætti. Kennsla og endir á kennslu á ekki að vera punktur á setningu. Ok, nú erum við búin að fjalla stjórnsýslulögin og hér er niðurstaðan. Punktur. Þótt að við séum með kaflaskil og við erum að fara að fjalla eitthvað allt annað efni í næsta tíma, þá held ég að lokin á kennslunni geta alltaf verið með þeim hætti að nemandinn labbi út með ósvaraða spurningar og er að hugsa eitthvað. Og þú gefur honum undir fótunum að svarið komi í næsta tíma. Það er hægt að gera þetta með því, þegar við gerum oft í lögfræðinni, það er einhver dómur sem við endum á og við erum kannski búin að ræða hann aðeins, og allir nemendur bíða eftir hvað finnst kennarann, vegna þess að það sem kennarinn segir það lítur að vera rétt og það er kannski andstæðar fylkingar á meðal nemenda hvort dómurinn er réttur eða ekki. Að enda kennsluna
á álitaefni sem verður umfjöllunarefni í næsta tíma. Þetta líka eitthvað sem maður þarf að hugsa svolítið fyrirfram, hvernig maður hefur. Að lokum, nokkur orðum notkun kraftbendirsýninga. PowerPoint, glæra. Mér skilst þetta sé íslenska orðið. Hvert markmiðið með notkun þeirra og hún gengin út í öfgar? Hvert markmiðið með notkun PowerPoint, glæra? Hafið þið velt því fyrir ykkur? Ég held að þetta sé orðið nánast undantekningalust, kannski hjá allra elstu kennarunum að þá þetta ekki notað, en ég held að þessi hópur sem hér svona, ég held að flestir allavega í einhverjum tilvikum nota PowerPoint-glærur. En hafið þið raunverulega velt fyrir ykkur hvert markmiðið með þessu? Augljósasta svarið þetta auðveldar nemendunum að fylgjast með. Í öðru lagi, þetta veitir nemendunum kost á því fyrirfram að átta sig á því hverja verða áherslur kennarans. PowerPoint-glærur mega hins vegar aldrei vera þannig að þær dragi úr virkni nemandans í tíma. Og þær geta gert það og gera það í ýmsum tilvikum. Þegar ég fæ kennara til að kenna hjá mér á námskeiðum og þeir eiga að kenna kannski í 2 til 3 tíma og ég fæ glærupakka upp á 60-70 glærur, þá einfaldlega ger ég athugasemd við það. Þá eitthvað að. Þá viðkomandi bæði ekki rétt undirbúinn að mínu áliti, auk þess sem að glærurnar munu snú upp í öndverðu sína í þessu. Þær munu ekki ná þeim árangri sem ræða. Þannig að ég held að nú sé svo komið að háskólakennarar eigi svolítið að velta fyrir sér, eru við að ná auknum árangri í háskólakennslu með PowerPoint-glærum? Í öðru lagi, hvernig notum við þær? Þetta glæra sem ég fékk gefins þegar ég tók við námskeiðinu mínu. Ég held að flestir háskólakennarar séu farnir að átta sig á þessu. Þetta ekki það sem maður gerir. En sérstaklega, og ég kannski brýni fyrir þau ykkar sem eru kannski umsjónarmenn og eru með kennara sem eru að koma utanífrá, stundakennara, þá sem kenna mjög lítið. Það hlutverk okkar, við berum ábyrgð á því að framsetning og kennsluefni sé einfaldlega í lagi. Og í minni deild þá við stundum því miður pottur brotin hjá okkar umsjónarkennarum að fylgjast með þeim sem að kenna með, sérstaklega út frá þessu sjónarmiði. Þetta algjörlega tilgangslaust. Þetta gerir ekkert annað en að gera nemanda leiðan og þunglindan. Þetta hjálpar ekkert, auk þess sem að þetta bætir engu við í kennsluna. Mín glæri svona. Að því ég tek það fram, ég reyni að hafa, oftast eru glærurnar mínar, 1 setning, 2 setningar, stundum ég þó með fleiri atriði þar sem vísað í dóma. En ég held að því marki sem að þið eruð að nota glærur með einhverjum þessum hætti, eða kannski ekki alveg svona, en það sem þið eru að reyna að setja efna á glærurnar, veltið aðeins fyrir ykkur, eru það að gera þetta fyrir ykkur til að auðvelda ykkur starfið, vegna þess að það mjög auðvelt að hafa bara allt sem þið ætlaði að segja á glærunum? Eru þið sjálfhverf og eru það að auðvelda ykkur undirbúningin, eða eru það að gera þetta fyrir nemendur? Ég held að maður að spyrja sig þeirra spurningu, þetta mjög auðvelt, ég get alveg verið með svona glæru og lesið hana bara. Og ég þarf þá ekki mikið að undirbúa mig, ég með þetta allt fyrir fram mig. Þetta gerir hins vegar, þetta eykur engan skilning, þetta bætir engu við staðalímynd þá sem við erum að horfa til. Það nemandinn sem tiltölulega vel undirbúinn, með ákveðnar grunnkröfur sem mættar eru og mættur í tíma til þess að ná betur utan efnið. Ég sagði ykkur upp að ég hef ekki hugmynd hvað afburðakennsla er. Eina sem ég myndi segja, og ég held að við hljótum öll sammála það eru hvers kyns kennsluhættir sem auka skilning, efla áhuga, styrkja gagnrýna hugsun og veita nemendum innblástur. Þetta ein leið, svona hef ég gert þetta og virðist allavega í einhverjum tilvikum, það tekst ekki alltaf, en stundum nærða árangri. Takk fyrir mig.
lýsa, gildir sama þú ert með nýja kennslubók eða jafnvel enga kennslubók? Ekki, nei. Ég held að þetta er mjög góð spurning og sérstaklega á það við ýmis svið ennþá í lögfræðinni þar sem við erum með svona mjög lítið gott lesefni. Ég held að maður er eilítið við aðrar aðstæður ef að kennsluefnið, lesefnið er rýrt í róðinu. Samt held ég að kennslan sem slík við þær aðstæður, hún getur samt í eðli sínu verið gagnvirk. Þú þarft þó náttúrulega í ríkari mæli, það er alltaf eitthvað kennsluefni. Tökum sem dæmi, kannski tilvíkinu þú ert fyrst og fremst að velta fyrir, er það sem er ekkert samfellt kennsluefni, heldur kannski bara svona, það eru greinar hér og þar, það er kannski samsafna einhverjum dómum og það svolítið að kennari það svolítið í tímanum að koma þessu heildrænt í einhvert horf svo nemandi skilji. Ég held að það myndi breyta einhverju leyti þessari dýnamík sem ég hef verið að tala um, en ég held að það sé alveg hægt að koma slíku efni frá sér með gagnvirkum hætti. Það er að segja, í staðinn fyrir að hafa þetta bara sem einhliða frásögn að reyna að setja þetta í ákveðið samhengi. Með svona gagnvirka kennslu og ákveðna kennslu varðandi yfirferð prófa og verkefni og svona, myndir þú segja að það var aðeins öðruvísi, til dæmis það er bara nefnirnar að teikna svona myndir til að útskýra og er meira nættur úr rjóðstöðungi eða... Það sem þurfti að gerast hjá mér þegar ég byrjaði þessu í almenni 2004 er að samhliða þá breytti ég alveg prófafyrirkomulag. Það er að segja, fyrir þann tíma þá voru prófin í almennri lögfræði nánast alveg í ritgerðarformi. Það er að segja, það bara stóra ritgerðir. Það var enda tilkomið að byrja með krossaspurningar en fyrst og fremst bara ritgerðir. Það sem ég gerði er að ég skipti þessu upp í þrennt. Það er að segja, jók við vægi krossa en bætti síðan við raunhæfi verkefni sem núna er 30-35%. Og raunhæfi verkefni, það er eiginlega kannski satt best að segja fyrst núna, 4-5 árum síðar, þar sem ég finn að ég og mínir aðstoðarkennarar erum farnir að ná utan hvernig maður getur undirbúið nemendur til þess að klára raunhæft verkefni. Það tekur bara svolítinn tíma til þess að átta sig á því hvernig það er gert. Fyrstu árin þá fann maður það á frammistöðu nemenda á raunhæfu verkefni að maður hafði ekki alveg náð að miðla því hvernig úr þessu yrði leyst. En ég held einmitt að nú sér maður að svona gagnvirkni í kennslu, það hefur í ríkari mæli og náttúrulega líka með tilkomu verið með sérstaka umræðutíma sem að bætast við fyrirlestarana, að það hefur náð að prófafyrirkomulag hefur tekið þó betur mið af því hvernig gagnvirknin á sér stað. Nei, nemendur eru ekki að, það er einhverju nemendur sem teikna myndir og svona, og þá er að reyna að teikna sömu myndir eins og píramídan sem ég teikna alltaf varðandi réttarheimildirnar, það sé maður ofta á prófum og gott og vel, það er bara, ég tek bara mjög vel í það. Ef að myndin meikar eitthvað sens og hún með þessu er nemandinn að reyna að útskýra mál sitt, ekkert að því. Þið notið kannski ekki mikið af heimaverkefnum eða í lögfræði eða þið eru bara með próf í lok námskeiðs? Jú við erum í BA-náminu, þá erum við með alltaf, þetta er oftast tvískiptkennsla, það eru bara hefðbundnir fyrirlestratímar, það eru þeir tímar sem ég er fyrst og fremst að tala um núna, þar sem síðan eru umræðutímar. Ert þú með einhver verkefni? Ég er að tala um verkefni, já. Meinar þú þá verkefnin sem þú vilja skilja? Já. Við erum alltaf með þessa umræðutíma. Fyrir umræðutíman alltaf kynnt verkefni sem við mega glíma við, sem svo fjallað í umræðutímanum þau þurfum ekki að skila. En einu sinni á önninni svo verkefni sem gildir hluta af einhverjunni. Ég held að almenna reglan í BA-námi í lögfræði er þessi sem Hrefna nefnir. Það er alltaf kostur fyrir nemendur á því að glíma við verkefni fyrir umræðutíma, en það er ekki áskilið að þeir skili af sér. Það kann að vera í einstökum námskeiðum að þá hafi einhverjir kennarar verið með einhver ritgerðarskil eða eitthvað slíkt en almennt ekki í BA-námi. Í meistaranáminu þá eru alltaf
ritgerðarskil eða greinagerðarskil í einstöku námskeiðum eða nánast alltaf. Það er kannski meðal vegna að ég kemur úr raunvísindageiranum og það mjög mikil áhersla á svona verkefni, þessar vikuleg verkefni og þar leið kemur að vissleiti í staðinn fyrir þessa fyrirlestra gagnrýna hugsun sem en auðvitað þetta mætti örugglega bæta það. En það líka ákveðin krafa hjá þér væntanlega það að nemendurnir hafi undirbúið svo einhverju leyti fyrir fyrirlestunum, annars geta ekki svarað þessu spurningum og síðast það gerast það sjálfur sér eða þarftu virkilega alltaf að Já, það gerist alls ekki sjálfur sér. Og ég, eins og ég sagði í upphafi, ég fæ í mínum umsögnum frá nemendum oft gagnrýni á það að ég segi bara, ég bið oft nemendur að rétta það hverju hafa lesið dóminn og svo segi ég þeir sem ekki búin að lesa dóminn, ég held að þetta bara að vera heima næst. Sko, ég skil ekki og ég algjörlega mótfallinn sko, því að vera vorkenna nemendum. Einhvern veginn að þegar fólk komið í háskóla þá svo gríðarlega mikil krafa að maður varðveiti svona sálarheill nemandans. Ég gerir mér auðvitað grein fyrir því að maður á ekki að vera niðurlægjandi og maður á að vera kurteis og svo framvegis. En kröfurnar eru til staðar. Ég ekki, eins og staðalímynd á umfjöllum í talaðum, ég ekkert að ræða við þá sem ekki undirbúnir. Þeir mæta bara, frjáls mæting, en sko, ég ekkert að púka upp á þá. Ég hef oft sagt við þá, það bara kannski betra fyrir ykkur að vera heima og lesa, þess að þið græði kannski mjög lítið á því sem ég að segja. Þess að ég byrja með ákveðna grunnforsendur þekkingu í huga. Og gerist það sjálfur sér? Alls ekki. Þetta eitthvað sem alltaf að brýna fyrir og ég ekkert að draga úr því ef að nemendahópurinn veldur með vonbrigðum, með þekkingarleysi. En breytist þetta eftir sem líður á önnina? Minna leysi kannski fyrst eða breytist það á fleiri? Já, ég held almennt, það nú kannski bara eðli þess að vera háskólanemandi. Þú kannski byrja rólega og svo spýtur í lófana þegar álíður. En svo þetta nú svolítið mismunandi líka eftir BA-náminu og meistaranáminu. Það fer ekkert meiri í taugarnar á mér heldur en nemendur sem mæta í tíma í meistaranámi og hafa ekki lesið fyrir tíma. Ég bara segi það við þau, ég botna bara ekkert í því hvað þið að gera þetta. Og mér finnst allt í lagi sko, mér finnst ekki að maður eigi að segja ekki neitt og lúffa bara og reyna síðan að hjálpa þeim nemendum sem eru mættir og kunna ekkert. Ég finna oft, sko, sumir kennarar, þeir eru bara svo góðhjartaðir, ég kannski bara ekki svona góðhjartaðir, en þeir eru bara svo góðhjartaðir að þeir gefa aldrei til kynna að það sé neitt að því hjá nemendum. Þeir eru í háskólanámi, það frjáls mæting, þetta sjálfsnáma meira og það á ekkert að varða kennara þótt nemendur séu ekki mættir. Ég algjörlega andsnúið þessar hugsun. Kennsla samstarfsverkefni kennarans og nemandans. Ég hér til þess að miðla upplýsingum og miðla þekkingu og auka skilning, en ég hámarka þann árangur með gagnvirkni nemandans. Sem þýðir að ef þú mætir ekki tíma, þá í rauninni að eyðileggja líka fyrir mér og samnemendum mín. Og ég er löngu hættur að hafa miklar áhyggjur af því þótt að einhverju nemendur sem eru náttúrulega bara finnst þetta erfitt að þurfa að vera með kennara sem er svona harður við þau en ég held að meirihlutin sé nú á endanum kannski eftir þeir útskrifast orðið ánægður með þetta. Já. Ég vil bara spyrja, gefur út sko námsátt? Þau vita í næsta fyrirlestur eftir að tala um þessa dóma? Já. En það á hreinu? Já. Það almenn reglulega til að kennsluáætlun skuli birta áður en námskeið hefst. Og kennsluáætlun í almennri lögfræði sem það fyrsta sem þau fari í háskólanum, það birt eftir verslunarhelgi. Þannig að það 1,5 mánuður þangað til að þau byrja að læra að þau eru með nákvæmlega upp hvern einasta dag hvað þau eiga að lesa fyrir tíma. Það ekki eins og segir lok þess að tíma næsta þegar tala um þetta? Nei, sko, það náttúrulega kennsluáætlun getur bara sagt svo mikið. Það almennt sagt hvert viðfangsefnið en síðan reyni ég að halda þessari reglum að sko endir eins tíma í rauninni byrjunin á álitaefni í næsta tíma. Já. Fyrst bara, mér var að þakka fyrir, þetta var mjög gaman þetta. Sko, fyrir það sem ég þekki með heiti Guðmundur Sigurðsson og starfa við lagadeild Háskólans í Reykjavík.
þetta var afar áhugavert. Það sem ég langar að spyrja þig að þetta ekki bara að beita þessar aðferð í mjög stórum hópum. Sko, og þú sagðir áðan að þú fengir ekki alltaf svör. Þú gerir ráð fyrir að maður fá mjög oft ekki svör. Og svörin sem fær sér ekkert endilega þau sem þú þarft á endanum að fá fram. Finnst þér þú samt ná að virkja svona stóran hóp þannig að þér finnist þú ekki þurfa að svara á endanum spurningum sem þú stillir? Það er að segja, nærður þú þessu skilvirkni og þessu opnun í hópin sem þú kannski ert að leita eftir? Sko, það náttúrulega misjafnt. Það stundum tekst það vel og stundum tekst það verð. Það alveg ljóst. Ég held að, sko, mín tilfinning svo, sko, ég vík ekkert frá aðferðinni. Sko, ég reyna að nota hana eins mikið og ég get. Það auðvitað koma einhverjir tímar þar sem maður svolítið dettur í það að vera bara að flytja fyrirlestur. Þá ég bara einfaldlega kannski orðinn þreyttur eða ekki nóg einbeittur. Það krefst einbeitingar að vera alltaf með þá hugsun að þú ert að reyna stuðla gagnvirkni. Það mjög, eins og ég segi, mjög auðvelt að detta niður í það bara að tala, sérstaklega um efni sem þú þekkir mjög vel, búin að kenna í mörg ár. En svona, hóparnir eru líka mismunandi. Þið þekkið það öll að sko, þegar nýr hópur kemur inn í deildina þá tala kennararnir og hvernig er þessi hópur? Svona í upphafi. En ég held að svona, mér hefur fundist að sko, sérstaklega allra síðustu árum, ég hef náttúrulega verið bara að þróa þetta áfram. Mér hefur fundist sérstaklega fannst mér í ár og síðast ári, þá fannst mér þetta ganga mjög vel. Ekkert endilega því ég fékk miklu fleiri spurningar, heldur fannst mér bara líka sko, bara framistöð á prófu, sérstaklega sem ég nefndi varandi raunhæfverkefni á prófunu sem að mér finnst vera svolítið mælikvarði á það hvort ég hef náð að efla skilning í greinni, að þá hefur það gengið vel sko. Já. Kannski framöndan þessu, ég kennu eitt smærri hópum með þetta og þá er mjög auðvelt að ná sko þessu sambandi milli kennara og nemenda því það er kannski bara 20 í bekkunum. Einmitt. En hefur þú prófað að nota þær aðferðir eins og segir, þú ert ofta að svara spurningunum sjálfur, að láta nemendur tala saman og snúa sér svo við og tala við nemendunum fyrir aftan? Nei, það er ekki góð punktur. Það getur virkað líka þá sem eru sko feimnir og kannski kunna efni vel en muni aldrei svara kennarum á Ég held að þetta væri svolítið kannski, sko, já, ég held að þetta sé góð punktur. Ég held að sé alveg hægt að vera með, jafnvel í stórum hópi sem í almennri lögfræði með pluss 300 nemendur og segja bara, heyrðu, ok, nú tökum við okkur bara 3-5 mínútur, veltið þess aðeins fyrir ykkur, talið við fólki við liðan. Góð punktur, já. Hrefna. Já, takk. Bara, sko, takk undir með Guðmundi, þakka fyrir þetta. Alltaf voða inspírerandi að minna sig á, sko, hvernig best er að gera þetta. Ég er nú ekki alveg með jafnstórópi, ég tek við þeim þegar Róbert er búinn að fella, þá tek ég við restinni, þetta er nú samt alveg stórrópar. Ég hef prófað þetta sem þú ert að nefna í mínum hópum. Og líka ég ætla að tengja við það sem að nefnt var áðan með sko hvort að maður er með góða kennslubók eða ekki. Mér hefur oft verið leið á hálsinn fyrir að vera ekki með nógu góðar beinagrindur eins og oft kallaði lögfræðinni. Ekki þess að beinagrinda glærur eins og þau þykjast oft vilja fá, en þau eru svona tvíbent stundum þessi krakkar. Þau þykjast vilja fá það, af því þá eru þau að fá þetta eitthvað örugt upp í hendurnar, en svo finnst þau það líka leiðilegt og þá verður kennslan oft leiðilegri. En ég hef gert það þá stundum að með tvennum hætti, annars vegar búum þetta til saman í tímanum. Þá kem ég fyrir tíman fáði bara mjög einfalt, svo læti ég þau til dæmis tala svona aðeins saman og svo búum við til. Þá nota ég annarkvort töfluna og ég hef meira sem nota líka tölvuna og ég hef skrifað sko. Og ég við sammála og við þessari röð og þá erum við búin að búa til eitthvað fleiri punkta. Eða ég treysti mér ekki og það er svakalega áskorun að gera það sko tölvuna í tímanum. En þá ger ég það svona eitthvað á töfluna en svo læti ég þau hafa það þegar tíminn er búin. Þá er ég búin að búa til betri, þannig að þau eigi betri og þetta er að kennsluefnið er léleg. Ég meina þetta því sem er alveg það er mjög skemmtilegt. Frábær hugsun að sko einhvern veginn mótun á skriflegum kennsluefni formiklæðis er bara ongoing í tíman. Það er alltaf mikið meiri gagnvirkni en það sko. Virkilega. En hafið notað kennslukerfi, er það kennið páflöfjum? Já, ég reyndar núna er ég komin eins og ekki Skaftalín. Já, en það getur maður skrifað á glærinu og seima, sko handskrifa
á bara penni, leggur skjána niður og skrifar svona. Já. Og skrifar bara á glerinu, það getur geymt það. Þannig að það er margvíslegir möguleikar í þessu. En eins og ég segi, ég meina svona aðferði það er bara áskilja meiri tíma. Það er einfaldlega þannig, maður þarf meiri undirbúning en maður ætlar að reyna að gera þetta með þessum hætti. Oft er mjög erfitt þegar maður fær ekkert feedback. Þegar út með alveg nemendahóp sem bara, allir eru bara einhvern veginn, þá er oft svona auðvelt að gefast bara upp og detta niður í bara þessa einhliða miðlun. En ég held að máli sé að gefast ekki upp. Og svo endanum að þá nærðu þeim, sérstaklega þeim sem eru áhugasam. Það má ekki gleyma því sérstaklega á fyrsta ári hjá mér. Það byrja kannski, í fyrsta tíma hjá mér í almennu lögfræði í haust voru 380 nemendur. Og strax í tímanum þar á eftir, þá eru farnir 20-30. Þetta er bara fólk sem er bara svona að velta fyrir sér, sko. Og síðan náttúrulega eru aðrir sem halda áfram, en hafa í rauninni mjög lítinn áhuga á lögfræði. Og er ekkert að gefa sig að þessu. Og ég hef bara tekið þann pólinn í hæðina, sko, jú, ég reyna að efla áhuga allra, en ég er ekki að reyna að vinna einhvern á band lögfræðina sem sko, er ósigrandi. Það er bara hægt. Ég held að sé miklu meira virði og ég eiginlega svona, maður skammast miklu meira fyrir það að snúa einhverjum áhugasum af braut sviðsins með leiðlegri kennslu. Heldur en einhverju sem heldur en að reynfærslega íta einhverjum í gegnum þetta og maður gerir það oft með því að fara niður á hennin level sem maður þarf og það er mjög slæmt. Þetta er mjög góð, þetta er einnig það sem ég ætlaði að segja. Ég ætla að rjúka, þannig að ég vil bara segja að ég er mjög skemmtilegu fyrirlestræður og eitt af því sem við verðum líka alltaf við huga eins og kemur svo sterkt orði að við erum alltaf að bíða eftir hvað kennari segi. Já. Og við verðum núna að hafa þetta í huga, við ætlum ekki að búa til 100 litla Róbert að ég held að þetta sé mjög mikilvægt að við leyfum þeim að þetta er þroskaferli. Já. En afsakið, ég verða að rjúka. Þetta er komið hérna. Það fleira, ekki bara. Þú praktiskar, hvernig tekur myndir fyrir 380 nemendur þannig að þið sjáu? Ég er bara með svona stóra töflu, ég teikna bara stóra myndir. Þetta í Skaftaliðin er þetta sérstaklega, þegar þetta er svona, ef þið hefði verið þar, sko, þá er þetta svona skápbent niður og það hefur ekki verið vandamál. Heyrist í allir, þú veist, ef fólk er að reyna að tjá sig eitthvað hinstuð í sal og hvað virkar það? Það er náttúrulega bara tala hátt. Það hefur ekki verið vandamál. Jú, það getur verið að viðkomandi, sérstaklega sem er alveg aftast, að fyrst heyrist lítið og þá biður maður bara viðkomandi að tala hærra. Og flestir geta nú, sko, það er líka náttúrulega svolítið sjokk ef þú hefur ekki talað í stórum hópi áður að gera það. Eitt kannski sem ég myndi að lokum bara vilja nefna er að það sem ég hef líka lagt svo mikla áherslu á, þetta er auðvitað mismunandi svolítið kannski eftir námsgrein. Í minni grein þá sko, lögfræðin er list hins talaða og ritaða máls. Og það er svo mikill hlut af laganáminu og þeirri þjálfun sem þú ert að fá í laganáminu að tjá þig munnlega. Það fari gegnum 5 ár í laganámi á þess að hafa stakt orð viðfangsefni, það kann að vera að geta skrifað það. Það er alveg bara það allra versta. Nýútskrifaður lögfræðingur sem aldrei tjáð sig lögfræði, sérstaklega í svona stærri hópu, þetta gert það kannski við samnemendur sína. Þannig að sko, tjáningin eitt og sér í tímum, og ég er þetta ánúðurlega við flesti, að hún er bara svo að fá nemendur til að skilja þetta er tækifæri. Þið eru í náminu núna, þessi tími kemur aldrei aftur. Og reynið þið átt ykkur á mikilvægi þess ef þið viljið vera annað og meir en bara svona ekkert sérstakir lögfræðingar. Átt ykkur á mikilvægi þess að svona ná fram því hugrekki að tjá ykkur lögfræðingar. Færa rök fyrir mál ykkar í munnlega. Það er bara svo mikið atriði í því að vera góður lögfræðingur. En núna þetta kannski nefndi á fyrsta ári? Já. Stórum háskóla. Verðum ekki fættu að segja eitthvað sem er eitthvað vitlaust og... Jú, getur rétt ímyndaðir. Og þess vegna í fyrsta tímanum, bara kynningartímanum, þá í rauninni ekki með þessum hætti, en þá segi ég þetta sem ég er búin að vera að segja ykkur. Ég undirbýðu, þau vita fyrirfram hvernig kennslan fer fram og þá er bara tekið alveg skýrt af skarið það að það eru engar vitlausar spurningar.
eða vitlaus svör sem gefin eru. Þau eru kannski ekki alveg rétt, en þau eru aldrei vitlaus eða heimsk eða neitt slíkt. Aldrei. Og það, en þetta er auðvitað mjög erfitt. Það eru nemendur eru mjög tilbaka og mér finnst það, því ég hef nú verið í námi erlendis líka, mér finnst íslenskir nemendur eru mjög tilbaka í allri tjáningu og samskiptum í námi. Það er rosalega erfitt og það er rosalega mikil hugsun, hvað finnst hinum og ég má ekki gera maður fíbli og eitthvað svona. Og ég held að þetta sé múr sem sem er okkar hlutverk að brjóta. Já. Bara í framhaldi af þessu, ég held að þetta sé nú kannski það mikilvægast af öllu til þess að þetta gangi að skapa andrúmsloft, þannig að nemendurnir finnist að þeir geti verið með, að þeir séu ekki þannig að þeir vilja helst hverfa um gólfið ef einhver beinir athyglinni og allavega finnst mér kannski, allavega mín reynsla er svo að mér finnst mjög gott að segja við nemendur á fullum fetum, það er enginn hér inni sem kann allt efni, ekki ég, ekki þeir, og kennari þarf að vera svo, hann má passa sig að taka sér stallinn, hann er svolítið hafður á stalli, hann þarf svolítið að stíla niður og segja ég vil ekki vera þar, ég svara því sem ég veit hvað ég veit ekki. En þú sagðir hérna á, ég held að það sé alveg rétt að það er ekki, sumir hafa þetta ákveðna hluti í sig, aðrir hafa það ekki. Það er ekkert allir sem ráða þessa aðferð, hún er erfiðari. En þeir sem ráða við hana, þeir eiga svo sannarlega beitindi. Og það er einmitt það nú nægt að skapa þetta andrúmsloft, þá koma nemendur. Ég held ekki að þessi bara vegna þess að allt heila skólakerfið undir gegn hefur ekkert óskað eftir því að það tekja til máls. Það er hárið. Ég held að þetta sé sömuleyti spurningum svolítið hugmyndafræði í heildrænu skólastarfi, það er frá grunnskólum. Varst þú með það? Já, ég ætla að spyrja þess að það er bara engin röng svör, ég menn það er náttúrulega hvernig spurningin er. Sumar spurningar eru, og kannski á meira við í rúmsundum, en öruglega líka, ég menn það er náttúrulega bara, sumar spurningar eru bara þess heilis, það er rétt eða rátt. En spyrðu þá ekki þannig spurninga, eða það getur náttúrulega fengið fólk til að hugsa líka? Vandi kannski sagði í lögfræðinni eins og við þekkjum, þá er nú rétt og rangt svar er svona, sem við lögfræðingar þekkjum, er kannski ekki, þetta er ekki sama framsetning í lögfræðina þessu leitinu til, en jú, ég menna það eru vissulega spurningar sem það setur fram, það sem að, hvað sem líður hinu matskennda eðli lögfræðina, þá er bara eitt rétt svar. Og þá er maður kannski bara að reyna að fá það fram hvort að nemendur hafið, en almennt eru spurningarnar eða umræðarnar frekar í matskendari kantinu. Þetta er fyrst og fremst spurningum að varpa fram sjónarmið. Það er að segja röksemdum með og á móti, vegna þess að lögfræðin, þegar að yfirhöfuð þarf að koma til aðstoða lögfræðinga í okkar störfum, þá er það gjarnan í þeim tilvikum þar sem að við erum ekki með 2 + 2 eru 4, eða 2 + 3 eru 4, heldur er þetta, og þá skipta röksemd þetta máli. Já? Ég spyrja hvað mæta í tímafæri, það er svona, þú segir að 370 tíma í 20 tíma, það er, þetta endar núna í haust, þá voru í kringum 300 manns. Það mæti alla tíma? Já, 270 til 300 manns. Og mæta, þeir sem fara í prófið yfir höfuð, þeir munum líklega mæta í tíman? Já, ég held að minnst að í almennunni, þá er mjög góð mæting. Ég held að það sé ekkert endilega vegna þess að kennslan er svo fín. Ég held að það sé bara vegna þess að þau eru að byrja, þau eru óörugg og vita að þetta námskeið er mjög erfitt. Þetta er námskeið það sem eins og Hrefna nefndi, það sem er fallprósentan er á milli 70–80%. En hvernig er það svona setjastíðan? Þá er mætingar hlutfallið minna. Ég held að það megi alveg segja eins og er. Þá eru nemendur orðnir konur meir í takt við það hvernig laganámi gengur fyrir sig, vita nokkurn veginn líka hvernig kenna. Þetta snýst svolítið líka, nemendur eru mjög fljótir að átta sig á því hvert er raun framlag kennarans til þekkingar öflunar hjá þeim. Ég held að ef þú ert kennari í námskeiði með 100 manns og það mæta 20, það áttu að spyrja spurninguna, er ég að gera hlutina rétt? Auðvitað getur nemenda verið ósanngjarnt og hugsanlega vitlaust, en
nemendur sérstaklega á þessum tímum þar sem svo mikið að gerast og sérstaklega svona í fyrri hluta námskeiðsins þar sem ekki mikil tímapressa og svona og mætingar hlutfallið fremur lágt að þá það svolítið þitt hlutverk að finnst mér að svona byggja kennsluna þannig upp að þau sjáu raunverulega þörf á að mæta. Þess að þú ert að bæta við efnið, þú ert að bæta við skilningin, þú ert að bæta við það sem þau geta bara að lesa í bókum. Já. Og ef við ekki bara klappa fyrir okkur. Takk fyrir.